í dæmi 16, þá erum við með heilbylgju afleiðisrás að 4 díóður, forréttir og árásmálstaða. Spennaðinn er 18,9 volt, stærðhlutisins 950 mikrofarad og straumurinn 250 milliampere. Við getum ekki byrjað á því að reikna strax út með. Það er ekki hægt því að við vitum ekki gálspennuna. Við förum þessa aðferð, notum þessa aðferð max sem sagt. Það er rótin af 2 sinnum og drögum hálfa gálspennu frá til þess að finna út með og líka 2 díóðspennur. Þannig að við verðum að byrja að reikna út gálspennuna. Þegar við erum að reikna með, alltaf fyrst að reikna út gálspennuna. Og þá er stöðunin 6, þar sem við erum með heilbylgjuafleiðum og sem sagt getirinn hefur styttri tíma til þess að afhlaðast hérna og þá erum við með sem sagt allar gálspennuna 1,58 volt hérna en á eftir þá drögum hálfa gálspennuna frá þau reikna út með. Svo að segjum hérna þá max sem er 18,9 sinnum rótin 2 og svo drögum við frá gálspennuna 1,58 deilt með 2 og svo drögum við frá 2 díóðspennuföll sinnum 0,7 volt sem er sérst 1,4 volt og fáum það ekki að sama 24,5 volt við það vel í jafnspennunni. Jú. Já. Og síðan sem sagt er beðið hámarks hindrunarspennu díóðunnar og hún þarf að þola jafn háa spennu og við fáum max-gildi, max sem sagt virkargildi spennuveginn sem er mælið með spennuvæli sinnum rótin af 2 og síðan hefur við að teikna feril jafnspennunar og það er rauninni bara þetta hérna að til þess að hérna ná þessu þetta hérna á að vera í rauninni brotalínur kemur illa út í teikningunni hérna riðhelmingarnar eiga að vera brotalínur og síðan er jafnspennan það sem við sjáum á sveiflusjá það er þessi svera svarta lína hérna. Það er spenna sem við sjáum. Og þessi gráa lína sem liggur gegnum hálfa gálspennuna, þetta er í rauninni bara útreiknuð meðalgildis spenna. Í brúarröðum þá koma hérna bylgjunum bara strax upp, það kemur ekkert bil á milli. Já, það kemur ekkert bil vegna þess að við erum að nýta neikvæða hluta bylgjunnar, og það er svo að hitt díóðparið gefur þá sama sömu spennuna, sömu straumspennuna í gegnum ávæð. Þess vegna fáum við aftur jákvæða spennu í ávæð. Það er það sem við fáum í þessu. Ok. Þá er það dæmi 17 og við erum að ég hérna er ekki búinn að teikna upp aðeinn sko. Það átti að búa til mynd af brúaðri með 1000 mikrofarad þétti og hérna sína áveðið tæki 1000 milliampere. Það þarf að teikna þetta inn á mynd sko eins og til dæmis hérna. Þá er þetta bara að merkja inn á þessa mynd 1000 mikrofarad og síðan er það 500 milliampere álastöður. Það er þessi mynd hérna í A-lið. Ég glemdi fjarlæg. En B, þá er að teikna inn á þetta myndir af spennur samkvæmt þessu. Í A þá er spennan inn á afreiðilinn. Það er raunin bara riðspennan inn, bara sínusbylgjan. Ekkert flókið við það. Síðan, af því að við erum með 4 díóður, þá er mest hérna spennan yfir álagið ef það er engin síuþéttir. Þá sem sagt er neikvæða hálfrið, það kemur líka upp jákvætt. Þetta er svona hjá ykkur, eða ekki?
Já. Og síðan ef að væri engin álagsstraumur en þéttiri væri tengdur að þá hleðst þéttirinn upp í hámark og það verður bara bein lína upp í U-max. Síðan í síðustu myndinni þá ætlum við að setja sem sagt álag og þá þurfum maður að reyna að setja, ég þurfti að íkja aðeins gáspennuna svo þetta kemur nógu fram á myndinni. Þannig að þéttirinn hann hleðst hérna upp og aðhleðst á milli toppana. Það er það sem við þurfum að sýna hérna. Og þá eru sem sagt í sérið hérna ef virkgildi ristspennunnar inn væri 12 volt, hver er þá afriðarspennan á mynd 6C? Á C-myndinni þá er þetta bara bein lína og það er bara jafnt og max skildið. Þá reiknum við það út bara hérna í C-liðnum, það er bara U sinnum rótina 2 og það væri spennan 16,97 volt. Og síðan, hvernig er þetta það er eftir að sýna frá hvað er þá spennan, útreiknuð spenna á mynd 6D. Hver er þá meðalgildi af afriðuðu spennunni hérna? Þá þurfum við að reikna fyrst gáruspennuna og svo U með, sem sagt jafnspennuna, til þess að svara hvaða spennan er á mynd 6D. Þá byrjum við á gáruspennunni, það stuðlinn er 6 og við margfaldum sinnum strauminn í milliamperum, það er 500 milliamperar álagsstraumur. Deilumestæð þéttisins í mikrofartum, 1000 mikrofart og við fáum spenna, gáruspennuna 3 volt. Og þá skrifum við formúla fyrir meðalgildi afriðaðrar ristsprennu, jafnspennuna sem sagt. Það er svona U-max er þetta hérna í rauninni, það er U sinnum rótina 2 mínus U-gára deilt með 2 og mínus 2 díóðspennuföll. Það er sem sagt 12 sinnum rótina 2 mínus gáruspenna sem var 3 volt deilt með 2 og svo drögur frá 2 díóðspennuföll sem er 2 sinnum 0,7 volt. Þá skrifum við stærðirnar. U-gára deilt með 2, okkur hún deilt með 2. Sama sem hálfur. Það. Á formúlublaðinu, skoðum aðeins formúlublaðið, sem sagt af hverju er gáruspennan deilt með 2, af því að líka á þessu hérna, þá erum við með, sem sagt, U-gára deilt með 2 hérna, það er þessi formúla hérna, U með, sem sagt, U-max mínus hálf gáruspenna. Þú erum bara að skrifa aðeins öðruvísi hérna. Já, ok. Það er bara munurinn. Og þess vegna er einfaldara að skrifa bara U-gára deilt með 2. Það er svona skýrar, finnst mér. Þá er það bara margskiptir 16,97 volt mínus gáruspenna 1,5 volt og svo drögum við frá 2 díóðspennuföll til 0,7 eða 1,4 volt. Og þá erum við komin í 14,07 volt. Ok, þannig að einhverjir eru að leiðrétta þetta og svo síðast þá þurfum við að segja þetta délið, hvernig er hægt að bilanagreina afriðsdíóðu með viðnámsmælingu og teikna skýringarmynd. Og gerum það svona, ef við tengjum ómæli, hann þarf bara að gefa dálítið góða spennu út, það minnst okkur 1,5 volt. Þessir sem sagt digitalmælar,
þeir eru, sko, til þess að mæla díóð almennilega, þá þarf að stilla á díóðumælingu. Og þá gefur hann okkur upplýsingar spennufallið yfir díóðana þegar hann sendir ákveðinn straum. Það eru sumir mælar sem að senda 1 milliampere gegnum afleiðstíðuna og sýna okkur hvaða spennufall við fáum yfir díóðana þá. En ef við erum með viðnámsmæli sem að gefur okkur dálítið góða spennu út, við gætum þess vegna verið með meggar, það er ekki lægi því að þessar díóðar getum þurft að þola yfir 400 volt dagspennu eða 600 volt eða 1000 volt og þá er ekki lægi að nota meggar í þetta líka. En allavega að minnstakosti að við séum með mæli sem að gefur okkur þess að 1,5 volt. Ef við erum með þannig mæli þá ættum við að fá bara 0,7 Já, þá myndum við fá þannig spennu, það er engin dygdarmælir, engin stafrænt mælir sem að gefa svo háa spennu út. Ég hef aldrei séð svoleiðis mælir. Notar eru bara vísismæli í þetta sem að gefur nógu háa spennu og meggarinn, hann er bara með, allavega þess að við erum með úti hjá okkur. Það er hægt að kaupa svoleiðis mæli, þetta er meggarmæli með vísi og því við erum með það háa spennu hérna. Og hann gefur út á lægri skólunum, þá gefur hann allavega 1,5 volt eða kannski aðeins meira til þess að mæla viðnámið. En þá sýnir hann í raun bara leiðinni í gegnum díóðana. Við getum verið að mæla þarna einhvers staðar kringum 11 ohm til dæmis ef við vorum með 1,5 volta spennu á ohmælum. Þá erum við kringum milli 10 og 11 ohm svona í 30 ampere afleiðsdíóðu. Það fer náttúrulega eftir stærð díóðanar, hvað viðnámið er leikið. Og hins vegar, það sem að, þegar við erum að tengja díóðana bakspetta við mælinn, við setjum núna plús inn á katóðuna, þennan strikið, plúsið þar inn á og þá á afleiðsdíóðan að hindra strauminn og við ætlum að fá óendanlega stórt viðnám. Þetta merki hérna 8 á hlið og svo fer náttúrulega eftir hvað díóðan er merkt. Ef það er díóðan 1N5404 eða 1N5408, allavega sú díóða sem endur á 8 í 3 ampere díóðunum, hún á að þola 1000 volt dagspennu. Svo að ef við myndum stilla meggar á 500 volta spennu, það var alltaf leið, við myndum ekki skemma díóðuna með því, þá myndum við senda jafnspennu, 500 volta jafnspennu hérna inn á katóðuna og annan væri í mínus og hún myndi bara hindra straum. Það sæði kannski örlítið leikstraum. Ef við myndum setja mikró eða milliampere-mæli hérna í básuna, þá hugsanlega sé einhvern örlítið leikstraum. En ok, svona eigum við að mæla og tengja díóðu við viðnámsmælið. Ok, hérna næsta sem við gerum. Þetta er svona svörun við átakalæðuminu og þéttin er ekki sambandið. Við erum með meðalgildið 20,2 volt, það er með þessa formúlu hérna. Enga gárspennu, ekki neitt. Svo finnum við stærð viðnámsins út frá jafnspennunni við hér, 20,2 eftir 1,3 eða 300 milliamperum. Á 67,3 ohm og hámarks hindrunarspenna díóðana er jafnt og max-gildið. Það er 24 volt sem er rótað 2, 33,9 volt og fer með hérna bjagspennunni. Þegar við erum í með netthætti þá fer spennan alltaf hérna beinustu leiðir í 0 en hún rís strax hérna aftur upp vegna þess að þá getur við neikvæðangröðu sem að breytist yfir jákvætt að því að hitt díóðuparið leiðir. Það segja að
fyrst hérna leiðir díópar 1 og 2 og svo kemur 3 og 4 og aftur 1 og 2 og svo 3 og 4, þannig að þau skiptast á að leiða, díópörinn, og fáum alltaf jákvæða stefnu. Síðan í 19. þá hefur við bara byrjað að reikna gáruspennuna og meðalgetið og sem sagt þá það hérna þá erum við með 19. einhvers staðar, þá klárum við það bara þá í næsta tíma, í næstu viku, en sem að þá komið páskafríði og eftir páska þá bara klárum við þetta og förum þá fljótlega í þannig að 19. þá gárspennan, meðalgetið og þetta verður sama spennan og síðan bara sönni og þetta er aftur að teikna með þetta. Þannig að við förum í það bara eftir páska að þetta er viðlöfn og förum svo í fröstum eftir það. Está aquí, me pareció.